Góðan dag, góðir gestir hér í Fossvogskirkju sem og þið sem fylgist með á streyminu, sem eru samankomnir til að minnast og kveðja lífskúnstnerinn Wilfried Emil Boulerian. Villi, eins og hann var alltaf kallaður, lést þann 7. desember síðastliðinn af afleiðingum alvarlegs heilablóðfalls sem hann fékk 18. ágúst. Ég heiti Tinna Jóhannsdóttir. Ég er athafnastjóri hjá Siðmennt, félagi siðrænna húmanista á Íslandi og ég mun leiða þessa athöfn sem fer fram í anda húmanisma, innblásin af grunngildum húmanismans mannvirðingu, frelsi og samábyrgð sem allt eru gildi sem einkenndu Villa. Næsta klukkutíman eða svo munum við heyra ávörp og hlusta á tónlist í heppilegum hlutföllum og í loka athafnarinnar verður kista Villa borin hér út á stétt, þar sem ykkur gefst færi á að votta honum virðingu ykkar með hverjum þeim hætti sem þið kjósið. Bálför og jarðsetning fer fram við annað tækifæri og að athöfnalokinni munu aðstandendur því bruna lóðbeint niður á Hótel Loftleiðir og þeim þætti afar vænt að þið sem flest fylgdu þeim þangað. Þykið smá hressingu og spjallið og spekuljarið og saminist í þakklætinu yfir því að hafa átt Villa sem hluta af lífi ykkar. Athöfnin hófst á því að Einar Jóhannesson, klarinettuleikari og vinur Villa og Guðrúnar og Douglas Broci, orgelleikari, léku preludíu Bachs í físmól. Villi var svokölluð alæta á tónlist og lagalistin hans inniheldur pop og rock og jazz og klassík og lagavalið hér í laga endurspeglar ágætlega hvers kyns tónlistarlegur klefhugi hann var. Við munum því njóta fjölbreyttrar tónlistar í flutningi fleira afbragðs tónlistarfólks og næst komið að Svövu Þórhallsdóttur að flytja okkur hérna undurfallegu Ave Maríu Schuberts. Gjörðu svo vel, Svava. Ave Maria
Eftir því sem vísindum og þekkingu fleygir fram og upplýsingar og menntun eru aðgengileg fleirum fyrr, verðum við, mannfólkið, líka smátt og smátt flinkari að vera til og lifa betra lífi. Í dag vitum við svo miklu meira hvað mótar manneskju en við vissum áður. Hver kynslóð bætir lagi eða lögum við þekkinguna sem til staðar breytir úreltum mynstrum og bætir persónuleg lífsgæði sín og samfélagsins sem heildar. Við erum að meðaltali farsælli, við lifum lengur og við erum heilsuhraustari, njótum meiri gæða en gengnar kynslóðir að venjast og það besta að komandi kynslóðir munu einnig eiga betra líf en við munum nokkurn tímann eignast. Framfarir, tækni, vísindi og upplýsingar gera þannig líf okkar allra betra, skapa nýja möguleika og eru forsenda nýrra mynstra, nýrra tækifæra. Við erum hlekkur í keðju sem hefur alla möguleika til að vera sterkari í dag en hún var í gær. Við höfum alla burði til að vera öflugri, hamingjusamari og farsælli á morgun en við erum í dag. Að þessu sögðu það óskiljanleg þversögn að mannkyni skuli enn velja sér stríðsæsingamenn til forystu. Eitt af því sem við vitum í dag að tengsl eru grundvallaratriði í tilvist manneskjunnar. Það vísindalega sannað að samfélag okkar við annað fólk það sem mestu máli skiptir í lífinu. Nýfætt barn leitar þannig fyrst að augnsambandi, tengslum við foreldri sitt áður en það gopar eftir næringu. Rannsóknir staðfesta þannig að líkamleg og andleg heilsa okkar og þar með hamingja byggir fyrst og fremst á samböndum við annað fólk, ekki síst góðan maka. Tengsl við annað fólk okkur beinlínis lífsnauðsynleg. Og líklega manneskjan því bara minningar. Minningar okkar fólk og atburði og samskipti og tilfinningar og tengsl. Hvort sem ræður okkar eigin minningar eða minningar annarra okkur. Því öll sem við erum samferða lengri eða skemmri tíma ævina skilja eftir sig minningar í vitund okkar. Og mig grunar að við eigum það sameiginlegt að bestu minningar okkar langflestra snúist fólk, ekki efnisleg gæði, ímynd eða metorð, heldur fólk af hold og blóði, fólkið sem við veljum okkur til fylgilags og fólkið sem við fæðumst til, fólkið sem við sitjum uppi með. Og þannig erum við á einhvern hátt fólkið okkar, ekki bara í erfðafræðilegum skilningi, heldur líka upplifunarlegum. Við mótumst af samskiptum okkar og tengslum við fólk. Við tökum okkur það til fyrirmyndar og reynum að tileinka okkur ekki það sem við kunnum ekki sjálf að meta. Við erum hlekkur í lífskeðju hvers annars og allt sem við segjum og gerum, eða segjum ekki og gerum ekki, skiptir máli. En okkur mótar vissulega fleira. Félags- og efnahagslegar aðstæður okkar, næring í uppvexti, aðgengi okkar að og möguleikar okkar til menntunar og sjálfsþróunar, fjölskyldusagan, samfélagssagan, heimssagan. Foreldrar Villa, þau Hildegard og Karl Búlerjan og hann sjálfur þá 30 ára, fylgdu hóp Þjóðverja sem hröktust frá heimalandi sínu í kjölfar þar sem væri óskandi að við getum kallað seinna stríð. En fyrir vikið var hugtakið heimili ekki bundið stað eða byggingu, heldur miklu frekar þeim tilfinningaböndum sem fólk nýtti. Fjölskyldan var þannig heimili kynslóðanna sem áttu einhvern veginn hvergi eða í fá hús að venda. Villi var fjölskyldumaður og leit aldrei öxl eftir að hann tók ákvörðun að flytja til Íslands með Guðrúnu í upphafi 9. áratugarins. Guðrún var fjölskyldan hans og það sem hún var, átti hann heima. Og hér varð hann mikilvægur hlekkur í lífi fjölda fólks, tryggur og ræktarsamur, skapandi og skemmtilegur, örlátur og gæði sín, bæði þau sem hann fékk í vöggugjöf sem og þau sem hann ræktaði markvisst með sér. Hann myndaði nærandi og einlæg tengsl við fólkið sem á vegi hans varð. Nú ætlum við að hlusta á Sólveigu Steinþórsdóttur flytja fyrir okkur eina sónetu Handels og þar næst mun Maxi Weiss, vinkona Villa og Guðrúnar, segja nokkur orð.
Mein lieber Willi, vor fast genau 20 Jahren hatte ich das Glück, Günnar und dir zu begegnen. Eine Begegnung, die schnell in tiefe Freundschaft überging. Was ich mit dir verbinde, ein Wort fällt mir ein: wieder erzaubern, der kühlen Realität einen Zauber zu verleihen. Dieses Fach hast du meisterlich beherrscht und, wo immer es ging, dem Leben eine doppelte Schleife umgebunden, stets stilsicher und kreativ. Ob bei Geschenken, dem Weihnachtsbaum, dem abendlichen Getränk, einem Menü oder bei dir selbst. Dein vollendeter Stil brachte dir beim Tweetrun die Auszeichnung als bestgekleideter Teilnehmer ein und ich durfte dabei sein. Du warst deiner Zeit voraus, hast Tendenzen in Mode, Design und Musik früh wahrgenommen und ihnen mit ins Leben verholfen. Voller Freude hast du deine Lieben daran teilhaben lassen. Mitreißen konntest du mit einem ansteckenden Lachen, mit sprühend begeisterten Erzählungen, mit Kreationen aller Art und mit einer strahlenden, fast kindlichen Freude. Neben diesen euphorischen gab es viele ruhige gemeinsame Momente, intensiven Austausch über beide Länder, über deutsche Politik und was wir davon hielten, über unseren Blick auf die Welt und auf Beziehungen. Was ich aber vor allem mit dir verbinde, Heimat zu finden bei einem Menschen. Ich sehe dich an Günnars Seite in eurem vertrauten, eingespielten, Eigenheiten so freundlich gestattenden, gemeinsamen Rhythmus, mit dem ich als Gast so oft mitschwingen durfte. Ihr beide seid mir Heimat geworden auf dieser Zauberinsel, deiner Wahlheimat. Was bleibt? Ungezählte geschwommene Bahnen, Musik, die du mir vorgespielt, Rezepte, die du mir diktiert hast, leuchtende Erinnerungen an gemeinsam verbrachte Tage und eine Idee, wie es gelingen kann, das Leben wieder zu erzaubern, sich selbst verzaubern zu lassen und andere zu bezaubern. Ich danke dir, dass ich an deinem Leben teilhaben durfte. Die letzte Strecke des Weges, gefesselt und deiner Ausdruckskraft beraubt, muss unerträglich gewesen sein, auf dass du jetzt wieder frei bist. Stefan Zweig hat geschrieben: Niemand ist fort, den man liebt. Liebe ist ewige Gegenwart. Mein lieber Willi, man sagt Ruhe in Frieden, aber deiner Seele wünsche ich vor allem Flügel. Ich mit
Ef þú ert hjá mér, kveð ég sáttur, fullyrti Gottfried Heinrich Stölzl angurvær í verki sem oft ranglega eignað Jóhanni Sebastian Bach, en upphaflega úr óperu Stölzls frá 1718 hinn gríska guð Díómedes. Svava Þórhallsdóttir söng, en Guðrún og Villi hafa tilheyrt aðdáendahóp Söfu árabil og mætt á hverja einustu tónleika sem þau mögulega gátu. Sumir myndu kannski hugsa eldirhellar, en ég kýs að kalla þau aðdáendur. Takk Svava og takk Maxi. Wilfried Emil Boulerian fæddist foreldrum sínum, Hildegard og Karli, þann 7. júlí 1954 í smáþorpinu Slavno, Slavi upp á þýsku, í miðju Pommern héraðinu í Norður-Pólandi. Hildegard var 19 ára og Karl 24, bæði fædd á milli stríða og Karl af þeirri lánsömu kynslóð evrópskra karlmanna sem slapp við að vera sendur á blóðuga vígvelli álfunnar. Fjölskyldur beggja þekktu þó vel sorgina sem fylgir því að eiga ástvini sem sendir voru til átaka, en báran í hljóði, og þótt Karl hafi sloppið í stríð, eltu aðstæður hann aldur fram. Hildegard og Karl voru þannig bæði fædd Þjóðverjar, þótt á fæðingarvottorði Villa heitiðu Hulda og Karlo upp á pólsku, sem varðu opinbera tungumálið í Pommern eftir að bandamenn endurskipulögðu landamæri Evrópu í kjölfar seinna stríðs og Pommern varð pólskt. Þau lifa bæði í hárri elli og misgóðri heilsu og fylgjast með hér á streyminu, og ég veit að hugur ykkar allra hjá þeim eins og þeirra hjá okkur. Í Pommern eftir stríð voru þau því hvorki heima hjá sér né að heiman. Og svo fór að þau fluttu sig set til smábæjarins Parey í Saxlandi árið 1957 í leitað vinnu og kannski von að tilheyra og eignast nýtt heima. Í Parey fæddist Marion, yngri og eina systir Villa árið 1958. Marion með okkur hér í dag ásamt eiginmanni sínum Horst. Þau eiga 2 syni. Í Parey uxu systkinin úr grasi. Karl vann á samyrkjubúi og Hildegard á húsgagnavestæði, og heimilinu voru amma Ída og langamma Anna, og þótt það væri þröngt þau leið þeim vel. Karl gekk í flokkinn og þá fékk hann lóð. Og frá 1960 bjuggu kynslóðirnar saman í 2 hæða húsi, þar sem alltaf var pláss fyrir alla og allir hjálpuðust að. En raunveruleiki eftir og kaldastríðsáranna varð enn súrrealískari þegar múr var reistur til að aðskilja austur frá vestri. Svona eins og við tækjum upp á því að reisa múr á Kringlumýrarbrautinni og eina fólki sem gæti ferðið í göngutúr út á Gróttu væru vesturbæingar. Í sjálfsþurfta og samyrkjubúskap uppvaxtaráranna upplifði Villi þó engan skort á nauðsynjum, nema kannski á fötum sem hann gat hugsað sér að klæðast. En þau Ída amma leystu það. Hann hannaði og teiknaði og hún saumaði og prjónaði og hann var alltaf smart og spes til fara. Hann hefði kannski viljað læra fatahönnun, en eftir 2 ára herskyldu sem hann afplánaði á skrifstofu því hann var með svo fallega rithönd, fór hann til Leipzig og lærði að vera sögu- og myndlistarkennari. Stúdentalífið var fjörugt og skemmtilegt og skapandi, og Angela Merkel og hinir eðlisfræðinemarnir héldu til dæmis diskókvöld á hverjum þriðjudegi, þar sem allir sem voru eitthvað mættu og dilluðu sér. Leipzig var æðisleg borg, óvenju alþjóðleg fyrir austrið, því þar voru haldnar risa bókamessur 2 ára á ári, og messurnar voru þeirra síld, þeirra akkorð, og meðan á þeim stóð var gert hlé á kennslu í Karl Marx Universitet, þýsku stúdentarnir reknir af heimavistinni og hún leið til messugesta. Öll sem vildu fengu vinnu og hin bara biðu á klúbbnum og borgin iðaði af menningu og lífi. Við Karl Marx Universitet stunduðu fleiri en 1 og fleiri en 2 Íslendingar nám. Þar á meðal ungur nýútskrifaður emeringur sem var þangað kominn til að fullnuma sig í germönskum fræðum. Guðrún Snjólaug Matthíasdóttir hafði heyrt að vel væri gert við háskólanema í Leipzig og haustið 1975 var hún mætt ásamt Jóni Guðmundsinni vini sínum til að læra þýsku og brúka hana af krafti þegar henni fannst við eiga, sem var oft.
Svo virkan þátt tók hún í rökræðum í grunnkúrsi marxisma og leninisma að þetta eina skipti sem hún forfallaðist vegna veikinda var tíminn bara felldur niður. Jón, vinur Guðrúnar, eignaðist Villa að herbergisfélagi á vistinni og Guðrún hélt fyrst að Villi væri útlendingur því hann var bæði svo brúnn og sætur og smart. Og Villi var enda umsetinn. Búlgörsku stelpurnar sem Guðrún deildi herbergi með reyndi að gera hana fráhverfunum. Ýmist með þeim rökum að hann ætti nú þegar ofsalega sæta rússneska kæristu eða væri bara ekki nógu góður fyrir hana. En í afmælispartíi hjá annarri þeirra vorið 1976, fyrsta vor Guðrúnar í Leipzig, urðu þau par og það var ekki aftur snúið. Í mars á nýju ári liðin hálf öld frá því að hann varð maðurinn hennar og hún varð hans heima og þann 2. maí næstkomandi verða 45 ár frá því að þau giftu sig hjá borgarfógeta í Leipzig. Eina ástæðan fyrir því að brúðkaupsdagurinn þeirra ekki 1. maí svo að fógeti tók sér að sjálfsögðu frí á baráttudegi verkalýðsins. En þótt austurþýskt samfélag væri að ýmsu leyti framúrstefnulegt og þroskað á þessum tíma, lítið sem ekkert atvinnuleysi, ókeypis afbragðsmenntun í boði fyrir öll sem vildu og ríflegi námsstyrkir með, fæðingarorlof heilt ár að lágmarki, karlmenn spásserandi með barnavarna og skúringamoppur, ókeypis leikskólar, barnafötin niðurgreidd, konur almennt útvinnandi og þriðja vaktin virt og launuð, heilbrigðiskerfi til fyrirmyndar og endurgjaldslaust, eftirlaunaaldurinn lágur og raunverulega hægt að lifa af eftirlaununum. Þá hafði mokkinn rétt fyrir sér að því leyti að í eftirlitssamfélaginu kraumaði stjórnsemi og tortryggni. Og þótt Guðrún tilheyrði strangt til tekið ekki kapítalísku og þar með óvinveittu útlandi, þurftu þau að bíða lengi eftir leyfi yfirvalda til að giftast. Guðrún treyndi sér lokaritgerðina og lengdi námið þannig heilan vetur, því þau voru vissum að færi hún úr landi, fengist leyfið aldrei. En svo hafðist það og vorið 1981 fóru þau alfarin heim til Íslands að búa sér til sitt eigið líf á sínum eigin forsendum. Villi leit alla tíð á sig sem austur Þjóðverja og var stoltur að upprunanum, þó tæknilega væri hann vissulega fæddur í Pólandi. Og eftir sameiningu austur og vestur Þýskalands var landið hans ekki lengur til. En hér átti hann heima. Nú ætlum við að hlusta meiri tónlist og svo ætlar Jakob að segja okkur svolítið frá pabba. Þar sem englarnir syngja sefur þú, sefur í djúpinu færa. Við hin sem lifum í trú, að ljósi bjarta skæra. Vekið þig með sól að morgni, Drottinn minn faðir lífsins ljós, lát ná þín að skína svo blíða. Minn styrkur þú ert, mín lífsins rós, takk burt minn myrka kvíða. Þú vekur hann með sól að morgni, þú vekur hann með sól að morgni. Faðir minn, láttu lífsins sól lýsa upp sorgmætt hjarta.
ásamt langömmu minni, óku þau á litlum hestvagni í næsta bæ þar sem amma mín var drifin inn í fæðingarrýmið og dyrunum lokað á aðstandendur. Eftir að allt var yfirstaðið opnaðist lítil lúga á hurðinni og afa mínum tilkynnt að heilbrigt sveinbarn hefði fæðst. Þetta gerðist á svæði sem nú Pólland, en pabbi flutti svo 3 ára að aldri til Austur-Þýskalands, þar sem hann ólst upp. Stuttu eftir nám fluttist hann svo með mömmu til Íslands og hefur mér alltaf þótt hann mjög hugrakkur að taka þá ákvörðun, að flytja til lands sem hann hafði aldrei komið til áður, að flytja til lands án þess að tala stakt orð í málinu. En hann flutti til Íslands og gerði það að landinu sínu. An dem Tag, an dem mein Papa geboren wurde, hatte mein Opa bereits 3 Tage krank im Bett gelegen, als der Ruf kam, meine Oma zur Hebamme zu bringen. Gemeinsam mit meiner Uroma fuhren sie mit einem kleinen Pferdewagen in die Stadt. Dort wurde meine Oma in das Geburtszimmer geführt und die Tür hinter ihnen geschlossen. Nachdem alles vorüber war, öffnete sich eine Klappe in der Tür und meinem Opa wurde mitgeteilt, dass ein gesunder Junge geboren worden war. Dies geschah in einem Gebiet, das heute zu Polen gehört. Im Alter von 3 Jahren zog mein Papa nach Ostdeutschland, wo er aufwuchs. Kurz nach Abschluss seines Studiums zog er gemeinsam mit meiner Mama nach Island. Diese Entscheidung habe ich immer als sehr mutig empfunden, in ein Land zu ziehen, das er nie zuvor gesehen hatte, in ein Land zu ziehen, dessen Sprache er nicht kannte. Und dennoch zog er nach Island und machte es zu seinem Zuhause. Pabbi hefur sett sterkan svip á líf mitt, hvort sem það tónlistarsmekkur minn eða áhugamál. Hann var á auglýsingastofu og ég man vel eftir heimsóknum hjá honum í vinnuna, þar sem ég fékk að lesa myndasögur Sval og Val og Viggo Viðutann í setustofunni. Ég hugsaði með mér að þetta hlyti að vera frábær vinnustaður, fyrst að lagið þarna myndasögur á strjáli. Seinna meir frétti ég að pabbi var einn af þeim sem hefðu handteiknað í þessa myndasögur feitletur og orð eins og búm og krass, sem ekki var hægt að setja með prentstöfum en þurfti samt að íslenska. Þegar ég var eldri og keypti mér mína eigin myndasögur var pabbi ávallt áhugasamur og fékk þar lánaðar til að lesa eða skoða teikningarnar. Papa hat mein Leben stark geprägt, sei es mein Musikgeschmack oder meine Interessen. Er arbeitete in einer Werbeagentur und ich kann mich gut daran erinnern, als ich ihn auf Arbeit besucht habe. Dort durfte ich im Aufenthaltsraum Spiro und Fantasio und Gaston Comics lesen. Ich dachte damals, das müsste ein großartiger Arbeitsplatz sein, wenn dort überall Comics herumlagen. Erst viel später erfuhr ich, dass mein Papa mithalf, in diesen Comics die fettgedruckten Wörter wie Bumm und Krach einzuzeichnen. Diese Wörter konnte man mich nicht einfach mit Druckbuchstaben setzen und sie mussten dennoch ins Isländische übersetzt werden. Als ich älter wurde und mir meine eigenen Comics kaufte, zeigte Papa immer großes Interesse, lieh sie sich aus, um sie zu lesen oder um sich die Zeichnungen anzusehen. Annað áhugamál sem pabbi kynnti mér fyrir var ljósmyndun, en hann sendi mig á framköllunarnámskeið í Hlíðaskóla þegar ég var 12 ára og gaf mér gömlu Minolta myndavélina sína til afnota. Hann kenndi mér að handstilla fókusinn, breyta ljósopinu og nota birtumælinn og hjálpa mér að velja verðugt myndefni. Seinna notaði ég myndavélina til að taka myndir fyrir skólablað MH og mér til skemmtunar. Ein weiteres Interesse, das Papa mir näher brachte, war die Fotografie. Als ich 12 Jahre alt war, schickte er mich zu einem Filmentwicklungskurs in Hlíðaskóli
und überließ mir seine alte Minolta-Kamera zur Benutzung. Er brachte mir bei, den Fokus manuell einzustellen, die Blende zu verändern und den Belichtungsmesser zu benutzen und half mir dabei, geeignete Motive auszuwählen. Später nutzte ich die Kamera, um Fotos für die Schülerzeitung im Gymnasium zu machen, sowie zu meinen eigenen Vergnügen. Ég hef búið ansi lengi í Þýskalandi og sum árin hafa liðið þar sem við feðgar höfum ekki sést í lengri tíma. Af þeim sökum ég þakklátur fyrir að hafa eitt páskon með pappa sem á seinasta afmælisdeginum hans, þar sem hann kom í heimsókn til okkar til að fara svo saman með dætrum okkar til Íslands. Í þessum 2 ferðum gat hann líka heimsótt foreldra sína sem eru eftirlifandi och syrka son sin sárt. Ich lebe schon seit langer Zeit in Deutschland und es gab Jahre, in denen Papa und ich uns über längere Zeit nicht sehen konnten. Daher bin ich dafür dankbar, dass ich die Osterfeiertage mit ihm verbringen durfte, ebenso wie seinen letzten Geburtstag, als er uns besuchte, um anschließend gemeinsam mit unseren Töchtern nach Island zu reisen. Auf diesen beiden Reisen konnte er auch seine Eltern besuchen, die noch am Leben sind und ihren Sohn schmerzlich betrauern. Elsku pabbi, ég sakna þín og mun alltaf geyma þig í hjarta mínu. Lieber Papa, ich vermisse dich und werde dich immer in meinem Herzen tragen. Sunnan yfir sæinn breiða, sumarilinn vindar leiða, draumalandið himinn heiða, hlær og opnar skautið sitt. Vorið kemur heimur hlýnar, hjarta mitt. Gakk þú út í græna lundin, gáðu fram á bláu sundin, munda það stutt hver stundin, stopult jarnast yndið þitt. Vorið kemur heimur hlýnar, hjarta mitt. Vorið kemur heimur hlýnar, hjarta mitt.
Takk Hildigunnur og takk Jakob. Draumalandið heiminn heiða var svo sem ekkert sérstaklega spennandi þegar Guðrún og Villi komu heim. Með flutningin til landsins var Villi sjálfkrafa skráður í þjóðkirkjuna. Fólk trúði vitleysunni sem Lokin sagði aðbúnaðinn austra frekar en frásögnum á fyrstu hendi og samfélagið var óttalega kapitalist og smáborgaralegt. Villi hlaut að vera fyllibytta, fyrst hann var ekki með bílpróf. Og þau hlutu bæði að vera eitthvað skrítin fyrst þau dreifu sig ekki í að hlaða niður börnum. Og svo þegar Jakob loksins kom, hættuðu bara á toppnum og voru ekkert að pæla í að eignast fleiri börn. Og það fannst fólki alveg stórfurðulegt. Vinir Guðrúnar flóknir í framhaldsná út í heim og satt best að segja leist þeim ekkert alltaf vel á sig, þarna alveg í blábyrjun. En þau voru saman og þau höfðu tekið þessa ákvörðun og þá gerðu þau bara það besta á aðstæðu. Fyrstu mánuðina bjuggu þau hjá foreldrum Guðrúnar í blokkaríbúð í Bökkunum og Villi fékk vinnu sem vaktmaður á Kleppi í gegnum tengdamömmu sína. Þar eignaðist hann góða vini. Hann hafði fínum tökum á tungumálinu, hann var kominn til að vera og vissi að til þess að aðlagast samfélaginu yrði hann að tileinka sér náðið. Guðrún var á skrifstofu, þau tóku sér íbúð á leigu á Tómasarhaga og bjuggu sér til líf og einkasonurinn, Jakob Tómas, fæddist 1985. Þegar einnisblað beggja var fullþroskað eins og reynst heiðir ágætlega hjá uppalendum en var ekki venja í samfélagi sem taldi sig lengi vel trú að börn og barna væri mesta gjafafólkið. Þá var Villi farinn að vinna á auglýsingastofu og þótt hann væri strangt tiltekið bara menntaður í myndlistakennslu, þá var hann fljótt flinkur auglýsingahönnuður, enda afbragðs handverksmaður. Námið í Leipzig hafði nefnilega verið upp á fjölda fiska og hann var enga stund að tileinka sér þessum upp á vantaði. Fyrst sinn snerist auglýsingagerðin líka mikið handverk og þegar tölvuvæðingin hófst þurftu teiknararnir á stofunni að bóka sér tíma í tölvunni, svona eins og þvottahúsið á Tómasarhaganum var bókað eina viku í mánuði fyrir bleiuþvott. Villi var fákeri og smekkmaður, hugsaði vel sig, fór hjólandi allra sinna ferða og afþakkaði pent bílprófið sem Guðrún ætlaði að gefa honum í fertugsafmælisgjöf með bílnum sem það höfðu splæst á sig. Til hvers? Bílnum fylgdi afbragðs bílstjóri. Hún fannst algjör óþarflega að keyra líka. Jakob líkur pabba sínum og margan hátt, bæði í útliti og innræti. Þeir hafa svipaðan húmor, kunnu báðir að meta spjall og konjakstreitil eftir góða máltíð. Báðir sannfærðir að þeir viti mjög oft best. Og Jakob afþakkaði bílprófið líka pent þegar hann komst á aldur og Guðrún reyndi að plata hann til að plata pabba sinn með sér í ökunum. Og til hvers? Bergdís afbragðs bílstjóri. Bergdís Inga Brynjarsdóttir einmitt eiginkona Jakobs og þau búa í Frankfurt ásamt dætrum sínum Ídu Þorbjörgu, 8 ára, og Iðunni Hallveigu, 5 ára. Villi var jólabarn, skreytti og lýsti heimilið hátt og lágt og bakaði 7 þýskar smákökusortir og stollen og sagði Guðrún hann geti bara slakað á og hjálpa hann að ganga frá. Hann vissi hvernig hann vildi hafa hlutina, lagaði til eftir Guðrúnu þegar hún var búin að laga til og heimilið þeirra og klæðaskápurinn hans og skartgripaskrímið hennar bera smekklýsi hans og listfengi merki. Og Villi var aldrei feiminn með að vera öðruvísi. Hann keypti sér til dæmis notuð föt löngu áður en það komst í tísku og bara af í klæðaburði, nýtinn og smart alla tíð. Hann var vinnusamur og hreyfði sig hratt, ekki bara þegar hann var byrjaður að baka áður en hann var búinn að taka upp úr innkaupabókunum eða þegar hann dreif í að klippa hárið á stelpunum þegar foreldrarnir litu undan í augnablik eða þegar hann ákvað að mála eldhúsið og mátti ekki vera að því að taka myndirnar niður af veggjunum. Hann greindist með bráða kvikblæði fyrir 15 árum og var mættur í vinnun eftir 3 vikur en átti að liggja á minnstakosti í jafnmarga mánuði ef ekki fleiri. Og svo bauð hann skiptillinn að stríða honum tíma og hann átti að slaka á í 5, 6, 7 vikur og hann var mættur hjólandi eftir 10 daga. Og hún fannst aldrei vera neitt mál. Hann fyllti húsið af gestum, eldaði margréttað, málaði sameiginlega þvottahúsið, þreif gluggann að utan, dreif í að gera hlutina,
hugsaði hratt og hreyfði sig oft hraðar en gæti líka setið tímum saman og horft á sjónvarpið þangað til Guðrúnu fannst nóg og dreif hann með sér í göngutúr. Á Íslensku auglýsingastofunni og forverum hennar starfaði Villi í tæpa 4 áratugi, allt þar til stofan lokaði árið 2020 og Villi fór ári fyrr á eftirlaun en staðið hafði til. Starfsumhverfið í auglýsingabransanum ekkert sérlega afslapandi og það heyrir til undantekning að fólk endist svona lengi í bransanum sjálfum, hvað þá á sömu stofu. En Villi elskaði vinnuna sína og vinnufélagann ekki síður. Og honum tókst alltaf að finna sér áhugaverða fleti á verkefnunum sem honum voru falin, hvort sem þau voru stór og merkileg eða lítil og verkileg, eða snýrst bara að útbúa jólaskrautur mókanum. Svo fæddist Ída og Iðunn og Villi elskaði að vera afi og hann naut eftirlauna á hana. Þau Guðrún ferðuðust ein og með vinum og fjölskyldu og heimsóttu og buðu vinum og fjölskyldu heim. Og hann var meðvitaður að augnablikin skipta máli. Hvað lífið annað en röð augnablika? Og ef við veitum augnablikunum ekki athygli, þá líður lífið sjálf bara líka hjá. Og lífsgæði Villa fólust í nýrri uppskrift sem deilt var fallega framreitri í indis félagsskap. Við fólust í því að elta uppáhalds tónlistafólki sitt á tónleika og hlusta á tónlist heim í stofu. Við fólust í myndlist og litum og efnum og hámhorfi á misgott sjónvarpsefni. Löngum og ítarlegum heimsóknum til heimalandsins og ræktun, vináttu og fjölskyldubanda og plantnanna og svölunum bæði hjá Bergdísi og Jakobi í Frankfurt og heima í 105 Reykjavík. Lífsgæði Villa fólust í hversdeginum með konunni sinni, göngutúr og sundspretti og sólbæði. Eins og Jakob nefndi þá vildi þannig til að á árinu sem að ljúka fór Villi 2 svar í heimsókn til foreldra sinna, sem að gætti alla tíð að heimsækja reglulega og vera eins lengi og mögulega gat. Heilsa Hildegard kemur í veg fyrir á munið alla daga að Villi kom ekki aftur. Karli finnst bæði órökrétt og óraunverulegt að lifa strákinn sinn. Og eins og Jakob sagði að þá var hann hjá þeim í Frankfurt á afmælisdeginum síðasta áður en hann fylgdi stelpunum að var samferða stelpunum heim til sumartvalar. Þau Guðrún voru búin að bóka sér ferð til Split í Króatíu í september og þau hlökkuðu bæði til að halda áfram að slæpast heiminn og sóla sig og slappa af. Njóta augnablikanum. Heilablóðfallið sem Villi fékk í ágúst svipti hann málinu og hreyfigetunni. Það var alls óvíst að hið skapandi hægra hver hefði getað tekið yfir stöðvarnar sem stífluðust. Eftir vonir og vonbrigði til skiptis þessar vikur sem hann lá, hrakaði hann snögglega og hann dó á Landakoti fyrsta sunnudag í aðvendu. Dimmustu dagar ársins að baki og ört birtir, eins og alla daga hingað til og alla daga héðan í frá. En sjálf göngum við ekki vísa morgni eftir orðinn dag og á morgun kemur nýr dagur án vinna. Framundan fyrsta nýja árið í hálfa öld, þar sem hans nýtur ekki lengur við í lífi Guðrúnar, þeirrar sem af hans heim. Sieh
treysta tímans köldu fjötra enginn flýr, enginn frá hans lengu glímu aftur snýr. Því skaltu fanga þessa stund, því fegurðin í henni býr. Líktu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Líktu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Líklega er manneskja bara minningar, hvort sem ræðir okkar eigin minningar eða minningar annarra en okkur. Og allt sem við gerum og segjum, eða gerum ekki og segjum ekki, skiptir máli í einhverju samhengi sem ekki verður endilega fyrir séð. Strengurinn í brjóstu okkar getur brostið fyrirvaralaust og biturt ansvar og bros á réttu augnablikki getur breytt inn í dagsljós. Fólk eins og Vili, sem opnar heimili sitt og hjarta öllum þeim sem vilja þiggja, sem gefur af sér og með sér, sinnir sjálfur sér og fólkinu sínu og skilgreinir mengið fólkið mitt, eins vítt og aðstæður krefjast hverju sinni. Fólkið sem lætur okkur líða vel, það er fólkið sem munum. Þið munið skapandi og skemmtilegan örlátan og úrræðagóðan vin og vinnufélaga, ræktarsama og trygga fjölskyldum atföðurinn, afan sem var alltaf til í að fimblast langt umfram það sem foreldrunum fannst við hæfi, pabban sem gekk í verkin, stundum meira á kappi en forsjá, en alltaf af velvilja og hlýju og einlægni og örlæti, eiginmanninn, besta ferðafélagann, 50 ár. Þessari stund er að ljúka. Það komið að síðasta lagi dagskrárinnar sem heitir eitthvað sem ekki einu sinni er reyna að vera fram. En naut mikilla vinsælda og mikill stríða í meðferðum sölflokksins ástsæðilega Comedian Harmonists. Og hvort sem við trúum á himnaríki, eftirlíf, önnur líf, orku og eða endanleika, þá skulum við fókusera á það sem við höfum sameiginlegt. Skulum sitja saman og anda saman og hugsa til Villa og hann, hugsa hversu virði hann er ykkur og hvernig minningin hann og ástin til hans mun verða hluti af tilveru ykkar það sem eftir er. Hvernig hann lifir í ykkur svo lengi sem þið munið hann. Að sögnum loknum leika Einar og Douglas Adagio eftir Mozart og kista Villa verður borin út á spjett þar sem að þið fáið tækifæri til að kveðja eins og ykkur hentar. Og svo vona ég að þið komið sem flest niður á Hótel Norðleiðir og þykið smá hressingu. Ég þakka fyrir mig. Ich hab so Sehnsucht, ich träum so oft, einst wird das Glück mir nah sein. Ich hab so Sehnsucht, ich hab gehofft,
Stunde da sein, Tage und Nächte wart ich darauf. Ich geb die Hoffnung niemals auf. Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück und ich träum davon in jedem Augenblick. Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit und ich träum davon schon lange, lange Zeit. Wenn ich wüsste, wo das ist, ging ich in die Welt hinein, denn ich möchte einmal recht so von Herzen glücklich sein. Irgendwo auf der Welt fängt der Weg zum Himmel an. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Von all den Sternen in dunkler Nacht muss auch für mich ein Stern sein. Wenn aus Fernen mir tröstend lacht, dann kann mein Tag nicht fern sein. Wenn mich das Schicksal einmal verwöhnt, hab ich mich nicht umsonst gesehnt. Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück und ich träum davon in jeden Augenblick. Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen